Ivo Sasek, fæddur 10. júlí 1956 í Zürich. Giftur, 11 börn, 23 barnabörn. Menntun: útlæru bifvélavirki og veitingamaður. 4 ára biblíuskólanám. Alþjóðlegu biblíukennari í fullu starfi síðan 1986 með það bil 2000 skráða kennslufyrirlestra allan heim. Nokkuð af því sem Ivo Sasek hefur komið á laggirnar frá 1983. Obadiah, kristið endurhæfingarstarf fyrir fíkla, geðsjúka og áfengisfíkla. OCG, lífræna kristkynslóðin. Trúarhreyfing með áherslu á lífræna iðkun. AZK, ritskoðunarsamsteypan. SOG Handexpress. KLA TV, fjölmargar heimildarmyndir heimsuðburði á mörgum tungumálum. Elion Publishing, samfélagskennsluþjónusta. Höfundur yfir 20 guðfræðibóka, nokkura bæklinga og ritgerða. Panoramafilm, leikstjóri, handritshöfundur og framleiðandi 9 kvikmynda í fullri lengd, þar af 3 stórmyndir. Sasek TV, fjölmargar söng- og tónlistaruppfærslur, söngleikir, 9 fjölskyldaóratóríur, tónlistaratriði með fjölskyldunni. IVO, millilínuleg heildagreining, þýðingaverk úr upprunalegum gríska texta Nýja testamentisins. Ivo Sasek talar í dag efnið andakraftur samlegðarinnar. Halló kæru vinir allar heim. Þetta var smá undirbúningur, frábær hvernig þið eru búin að gera þetta allan heim. Gott að þið hafið áhuga á þessu, við elskum ykkur og þess vegna gerum allt það sem við gerum. En ég segi ykkur, þeir eru hluti af 21. AZK í dag, vegna þess að þetta misnótgaða blekta og afvegaleitta mannkinn reiðir sig á öflugar, vel rökstuddar andófsraddir. Og gnótt þessara andófsradda eru enn og aftur meðal okkar í dag. Við munum tala til ykkar frá ýmsum heimshornum og ég tala hérna fyrir hönd allra fyrirlesara. Við þökkum að þið séu hérna bara fyrirfram og við munum læra að hitta ykkur. Og hver sem okkar sem talar sannleika mun frelsa ykkur með orðum sínum, láta hjartað slá hraðar og fylla ykkur vissu að allt nákvæmlega eins og þessi vitni sannleikans í dag kynna það. Því hvar sem sannleikurinn býr, frelsar hann okkur. Hann lyftur okkur innra með okkur upp yfir alla þær dapurlegu lygar og blekkingar sem stöðugt verið að ýta inn hjá okkur dag og nótt af almennum fjölmiðlum og spilltum stjórnmálamönnum. En ekki aðeins lygar þeirra og rangfærslur verða miskunnarlaust regna fram í dagsljósið aftur ræðumönnum dagsins. Allskyns lævísar blekkingar munu einnig verða afhjúpaðar eins glæpabrögð hættalegra viðstundamanna og efnahagsvindlara sem hafa laumað sér inn meðal okkar og inn í stjórnmálun okkar. Því að með þessari 21. AZK höfum við einnig skuldmyndið okkur til þess markmiðs að afhjúpa kolkrabbar enn frekar í felubúningi ríkisins. Þessi alþjóðlegi kolkrabbi hefur síast inn í allar stofnanir ríkis og menningar en einnig inn í trúarlegar og hugmyndafræðilega stofnanir. Hann hefur jafnvel komist inn í æðstu dómskerfi okkar og löggjafarþing. Hann birtist í gegnum spillta stjórnmálamenn sem eiga viðskipti við stóru lyfjafyrirtækin og auðga sig með lævíslega skipulagðum kreppum, faraldrum og allskyns sjúkdómum. Margir stjórnmálamenn hafa sokkið niður í hreina eiturlyfjasölu. Þeir uppskera einnig sjálfmiðan hagnað sinna kreppum með spillingatengslum sínum við stríðsæsingamenn. Það vopnasala alþjóðlega. Trúið því?
að ef fólk vissi fyrir hverja það væri sent í þessi banvænu stríð, myndi hver einasti einstaklingur á jörðinni strax og staðfastlega neita að berjast. Fariði ekki í stríðin þeirra. Margir af núverandi stjórnmálamönnum okkar eru einnig tengdir Frankenstein-vísindum og eru duglegir að kynna tækni sem ber ábyrgð á algjöru stjórn og eignanámi allra íbúa landa. Og þeir bera ábyrgð á því. Þessum djöfullega kolkrabba í felubúningi ríkisins, hann hefur engu líft. Grip armar hans hafa umlykið öll dómskerfi og löggjafakerfi, öll opinber menntakerfi, öll hagkerfi og allt heilbrigðiskerfið. Engin trúarbrögð, engin hugmyndafræði eða menning hefur verið ósnert af þessum kolkrabba. Eitur þess, eða hans, hylur jafnvel allt siðferði og siðareglur, alla heilbrigða löggjöf og verndastofnanir. Allir sem hafa sótt fyrri atsekaviðburði og þeir sem hafa sótt árlega vinafund okkar undan fyrir 30 ár, þeir koma með þær forsendur með sér að við erum ekki bara að fást við slæmt og illt fólk, né heldur bara við læfis leynifélög og djöfulega hugmyndafræði. Og ég segi ykkur, allir sem að taka virkan þátt í baráttunum fyrir sannleikanum, það er að segja hver frjáls og óháður upplýsandi, allir standa frammi fyrir þeim mun sorglegri veruleika að þetta er ekki lengur bara slæmt og illt fólk. Heldur einnig andleg öfl illsku og dauða sem eitthvað uppbrunn sinn í ósynlega heiminum sem líkur okkur. Og nei, þetta er hvorki vísindaskálskapur né neina dularfullar sögur geimverur, aliens og þess að þar. Ég er ekki að tala um það hér og nú. Biblían kallar þær kosmokratorin eða geimverur, frumkrafta, illa anda, óhreina anda, djöfulegar verur sem hafa tekið sér bólfestu í viðkvæmum mönnum sem eru opnir fyrir þeim. Við höfum að skilja þetta og engin jarðnesk lækning getur sigrast á þessum ósynlegu völdum og öflum. Þessi kraftar tæla okkur, valda veikindum, þunglindi, ruglingi, en einnig deilum, rifrildum, sundrungum og jafnvel morðum og manndrápum. Í stuttumáli erum við ekki bara að fást við stríðsæsingamenn og svikurlega kaupsýslumenn eða valdagráðuð fólk af hold og blóði. Þetta sanna annars sífellt hættulegri stríð sem hafa fyrir löngu flutt okkur inn í kjarnorkuvopnaöld og lífefna hernað. Barátt okkar beinist ekki bara gegn hugmyndafræði þeirra, gegn arðránslegum trúarbrögðum eða hagsmunum stjórnmálavalds eða þess áttar. Því ef svo væri, gæti gegn hverri nýrri hugmynd einfalt að koma með mótvægi með annar og betri hugmynd. Það gengi alveg. En sama hversu margar betri hugmyndir og hugmyndafræði hafa nokkuð tíma verið tilundur í þessari sólu, þá er enginn þeirra nokkuð tíma duga til að frelsa mannkynið úr klóm þessa djöfulega kolkrabba með sínar óteljandi sógskálar. Þetta er sannleikur. Andlegum kröftum eins og synd, dauð og djöfli er aðeins hægt að sigrast á, útrýma og binda í eilífum fjötur með krafti Guðs. Það er að segja guðdólegum krafti innra með okkur. Hvernig það gengur fyrir sig, ég hef þegar útskýrt að hvernig þetta virkar nokkur sinnum á nýlegum alþjóðlegu vínafundum mínum. Bara skoðu þau, ef þið hafi ekki séð þau ennþá. Sérstaklega á þessu ári, forréttindi sem engunum grunnaði, eða þið eru guðir, eða sameiginlegu þroski og svo framvegis. Ég er að minna þá staðreind að úrslita orustan og fullnaði sigurinn á sér aldrei stað á eingöngu mannlegu stígi. Við verðum að læra að skilja þetta. Hinn sanna barátta er háð eingöngu af andlegum krafti sem starfar í og í gegnum okkur.
Það þýðir þá ekki að rannsóknarvinnan með öllum þúsundum afhjúpana skipulagðar í glæpastarfsemi séur hann gagnslaus eða jafnvel tilgangslaus. Skiljið þetta alls ekki rangt. Ég hins vegar held í fram, byggt á vel yfir 40 ára reynslu í þjónustu, að jafnvel dýrmætasta þekking á sannleikanum dofni. Jafnvel traustustu rannsóknir dofna og jafnvel sannfærandi og óyggjandi sönnunargögn virðast vera blekking. Svo framalega sem rannsóknarniðurstöðum okkar er ekki fyllt með krafti andans. Í raunar knúið og framfyllt af Guði. Af þessari ástæðu tengist við að hverju mótni allan heim klukkan 6 og knýjum uppgöftanir okkar andlegum krafti. Og hvernig gerum við það? Geturðu spurt? Til dæmis með því að gefa úthlutaðum andlegum kröftum okkar skipanir samtímis klukkan 6 til 5 mínútur yfir 6 alls þær í heiminum. Nú eru kannski hissa en ég segi þetta bara alfallega eins og þetta er. Við skipum þessum andlegum kröftum okkur skipanir. Það hafa allir andlegan krafti yfir sér. Og andlega verur og hvort sem þú kristin eða ekki skiptir engu máli. Ef þú elskar réttlæti þá verður það að vita að þetta gerir. Skulum gera þetta saman núna svo við vitum hvað erum að tala um. Ég tala fyrr og þið talaði eftir mig. Nú segja fjölmiðlarnir, já, Sasek gerir talkóra. Ei með himnakraft í okkur, ekki stendur óvinnu nokkur og nú allir. Ei með hervaldi frá mönnum, ei með krafti manni hrönnum, vegna himnakrafti okkur, ekki stendur óvinnur nokkur. Þetta er frábært. Nú fer þetta allan heim. Ei með hervaldi frá mönnum, ei með krafta manni hrönnum, vegna himnakrafti okkur, ekki stendur óvinnur nokkur. Þetta er mjög flott. Þetta er sem sameiginlega yfirlýsing okkar á 23. deginum. Á 24. deginum gefum við skapandi fyrirmæli. Og við tölum þetta 5 mínútur. Aðlagaðu allt þú himna her, að því orði í geimi hér, þú lætur að rætast í heimi stórum sem Guð mælti með munni vorum. Aðlagaðu allt þú himna her, að því orði í geimi hér, þú lætur það rætast í heimi stórum sem Guð mælti með munni vorum. Bara svo við veitum hvernig þetta virkar. Fyrir hvern dag mánaðarins höfum við slíkt skapandi orð sem sameiginlega möndru. Og það þetta brýst í gegn þrátt fyrir allan mótbyr fjölmiðlana. Í sama hvaða landið eða heimsálfu þú býr, talaði þetta út með óskiptri trú á þínum staðatíma. Reynið ekki alltaf að vera alltaf klukkan 6 á svistingutíma þó þið sé í Magadan. Nei, takið ykkar staðatíma frá klukkan 6 til 6:05. Þú getur sagt samsvarandi möndur þegar þessi ræði birt. Það er verið að tengdar í útsendingatekstanum. Gerum allan bóðunarbæklingina aðgengilegan þér án endurgjalds og tökum þið með inn í þetta að einu skildi hvaða þú kemur. Ef mögulegt er, sagtu bækurnar mínar, til dæmis postulega bænir eða stríði réttlæti eða Ísrael skuggiða veruleiki, þið getið fengið allt saman án endurgjalds. Lestu þær, svo þið þekkið ykkur sjálf, svo þið vitið til hvers þið eru hér. Hvaða auðlindir, tækifæri eða styrkleika þið eru búin og ég endurtek, jafnvel þótt þið séð ekki kristin trúið eða hvað sem er. Ég segi þetta með einu orði, Biblían, sem að tala alltaf Ísrael, en Ísrael þýðir sá sem berst með Guði. Ísrael ekki þetta þarna í Austurlöndum nær. Þú ert Ísrael ef þú berst fyrir Ísrael og berst fyrir því. Og ef þú sérð að þú þurfir Guðs kraft og gangir ekki án þess,
þá stendur tilheyra öll orði í Biblíunni Nýja og Gamla testamenti þér. Það mun gefa þér þann kraft sem þú þarft. Og ég lifi eftir þessu frá 1977. Og ég segi það, takið þetta hérna inn í ykkur, eða til ykkar. En ég get ekki talið allt upp hér, en þið munum strax skilja hvað máli snýst þegar þið lesið þessar bækur, því það lýsa krafti ykkar veru, verkefni ykkar og valdi. Rétt eins og bensín tilheyrir bíl eða rafmagnsstækjum ykkar, eins tilheyrir andlegu kraftur, orðum og rannsóknarniðurstöðum uppljóstrunar okkar. Trúarbrögð tala hér kraft heilags anda og bæn, aðrir heimspekingar tala alheimsmátt, svona staðhæfingar, möndrur eða meditasjón eða hvað sem er. Kalla þetta hvað sem þú vilt. Staðreyndin er sú. Þegar við saminum innsta viljakraft okkar, þegar við setjum hann saman, þegar við beitum þessum guðdómlega krafti sem býr innra með okkur og byrjum að boða skapandi saman, að þegar við trúum, þá lúta þessi kraftar okkur. Þessi góðu og þeir eru vondu líka. Fólk sem bókstaflega riðið af djöflinu með þar með máttlaust. Lega borgir byggðar upp á djöfulum öfnum hrynja og fólk viðurkennir allt innu sannleikan. Og þetta er ástæða fyrir að hverjum verið milljónir. Það er vakið til vitundar. Með sameiginlegum yfirlýsingum og samverkandi trúarbænum, með öðrum orðum, með samanlegri tjáningu hinna réttlátara bænum af hinnum réttlátu hafa heilum borgunum verið uppturnað. Ósveigjanlegi mafíustruktúrar áður bara brotnir niður og áður óyfirsteganleg satanísk vígi sprungið eins og sápukúlur. Ég hef haldið ýmsar ræður þetta efni sem ég get ekki endurtekið núna þessum inngangi. Að þið fáið aðgang að þessu ræðum í gegnum ACK-tengilið ykkar eða vekja áhuga ykkar. En miklu mikilvægara er að þú, hér og nú, stökkfur upp á þessu öldu með okkur og beiti krafti þínum og leggir þitt að mörgum með því að taka þátt í þessum samverkandi byltingabilgjum. Og þið geti gert þetta frá 0 upp í 100, núna strax. Góðu? Við skulum tala það út sem við tölum út á 25. degi. Nú birtist öll sannleikans öll svik þau brotna í spað, því eitt við erum jú öll, Guð staðfestir okkur í dag. Nú birtist öll sannleikans öll svik þau brotna í spað, því eitt við erum jú öll, Guð staðfestir okkur í dag. Hafið þið skilið? Og áttið ykkur vel á þessu að þetta sé svona? Við erum öll eitt. Við spilum öll í sama liði. Við erum eitt lið. Það er þess vegna engin samkeppni mitt. Sjáðu þið, svona er þetta. Þegar hérna baráttan er, þá fer röddin eitthvað, en við bara glottum yfir því. Engin samkeppni mitt okkar, það er það sem það þýðir. Við erum ekki þess að fólk, það sem allir vilja vera mesti fyrir sjálfan sig. Ef ég get gert þig frábæran, þá verð ég sjálfur meiri. Ég þarf ekki að vera númer 1, besti upplýsingur allra tíma. Ég myndi fagna því ef allir sem tala í dag myndu fara langt fram úr mér, því að það væri minn persónulegi ávinningur ef allir gætu talað og haft enn meiri áhrif en ég get. Og hver sem nær til enn stærri áhorfendahóp sem ég gerir með Klan TV og svo framvegis, er meira en velkomin. Við getum aðeins sigrað þennan alþjóðlega andstæðingi alheiminum með sameiningum krafti og aðeins
með sameiginlegri teymisvinnu sem sameinuð virk lífvera, bara þannig getum við náð varanlegum yfirburðum. Og ef við vinnum ekki í samlegð, þá töpum við öll saman. Það er vandamálið. En ef við náum yfirhöndinni, þá vorum það við saman og aldrei bara einhver einn. Skiljið þetta? Og fagnið því og verið glöð. Í hvers skipti sem þið sáð upplýsingaþjónustur ná til fleiri milljóna en þið hafi getað áður. Það er í ykkar liði, ekki í liði einhvers annars. Og sigur þeirra er líka ykkar sigur. Gegnumborð þeirra er líka ykkar gegnumborð. Og þess vegna þekkjum við enga öfund, enga afbrýðisemi, enga sundrung. Saman myndum við nýja heiminn. Við erum nýja heimurinn og það meiri segja án peninga. Og þessi nýja heimur sem byrjar heima. Við erum ekkert öðruvísi heima heldur en opinberlega. Við erum heiðarlega opin. Við erum ekta. Við gerum ekkert fyrir peninga eða vegna peninga. Það er okkur heiður að fjármagna eins mikið og mögulegt er með okkar eigin peningum svo þessi dýrmætu sannleikar sem við erum að fá aftur í dag geti náð til hinstu jarðar kima. Og með lágmarks fjárfestingu getið þið notað skammtímastefnu okkar til að vinna gegn langtímastefnu skipulagðra glæpastarfsemi úti. Nokkur orðum það líka. Þú þarf bara afrita Kla-TV skjalasafn okkar með yfir 25.000 myndböndum yfir á 2 harðadiska og komaði til 2 diggra og áreiðanlegra sannleiksdreifenda. Ef þú getur sannfært eða unnið á til að gera þið sama og koma þessu skjalasafni til 2 annara sannleiksdreifara án endurgjalds, ef við höldum trúmennsku, höfum við hugsanlega út á öllum heiminum upplýsingaskjalasafn í 20 skrefum. Og í þessum 25.000 útsendingum hafa allir bestu virku sjálfstæðu upplýsingar og þýtt á alltaf 85 tungumál. Kla-TV hefur ausið úr öllum fjársjóðum þeirra og einnig sinnt miklu að PR-vinnu fyrir þá. Svo ef þú vilt gera raunverulegan gæfuminn, taktu þetta litla skref og vertu viss að þeir sem þú útvegaðir 2 harðadiska gerir það sama eins og þú gerir við þá. Og 2 þykjendur þeir að gera það sama við sína næstu og svo framvegis. Í þessum svæðisbundnu ACK-hópum eru þegar tiltækir harðadiskar sem búið er að taka upp á og við munum gefa þér það ef þú vilt taka þátt. Tengiliðin mun með ánægju útskýra þetta allt. Þetta var skammtíma. Til millitíma liti getur þú sótt þáttöku hvenær sem er á Kla-TV. Þú munt sjá alla núverandi tengla birta aftast. Ef þú vilt vinna stefnumótun til langstíma, getur þú nota alla þessa uppsafnaða þekkingu, þessi öruggu sögulegu skjalasöfn til að komast inn í hvaða stofnun sem er og endurskipuleggjana innanfrá. Til dæmis gætur þið farið inn í menntakerfið, heilbrigðiskerfið eða læknisfræðina, dómskerfið eða hvað sem er og skapa nýjan skýrleika þar innanfrá. En með skjalasöfnunum okkar getur einnig komist inn í alla almenna þjónustu og til allra kennara eða prófessora, til allra stjórnmála, umhverfis samtaka eða viðskiptarhingja. Reynda að koma ykkur inn í alla hugsanlega vísindahópa. Ég held svona í langtímaskipulagi þetta allir réttlætir að komast inn í fremstu línur samfélagsins og taka þá til sín þannig að þeir geti komist inn í mikilvæga stöður. En raunverulega breytingar munu þó aðeins eiga sér stað fyrir að sannleikur er kynntur með sannfærandi sönnunargögnum og þessi sannleikur er staðfestur á krafti Guðs
ásamt krafti andans og varinn af ljóskrafti heimilsins. Og án eins útskerandi orðs, án verks upplýsingar, getur ekkert nokkuð tíma vaxið. Rétt eins og ekkert getur vaxið í akri á þess að fræði sig fyrst sáðar. En það er ekki bara sáðfræðið, sáðfræðið þarf vatn af himni, kraftina ofan sem mettar jörðina og veldur því að sáðfræðið deyr og rísa aftur. En nú leggjum við að stað til að taka við nýjum fræjum sem við munum síðan sá út allan heim, svo þið geti margfaldast allstaðar og ná til fjarlægasta og hinsta fólksins, endur lífgaða og vakiða upp til frambúðar. Og nú að lokum, með vikir að sem kemur núna, krýningin og æðsti sigur sameinast andlegs máttar okkar liggur í getu okkar til að skipa öllum þessum mannhöturum sem við heyrum aftur í dag inn í sín eigin sjálfstóm. Andakraftur er andavald og við getum haft áhrif á það. Eins og ég þegar sagt, hefur heilum borgonu verið umturnað vegna þess að óbugandi illmenni voru leitt inn í einmitt slíka sjálfstóma vegna skipana eins og við vorum að tala um þetta áðan. Og þess vegna skipum við sameiginlega til að byrja með sundin í dauðunum og djöflunum ásamt þessum 13 lénsherrum hans, eins og við köllum það, getur séð aftast. Við skipum þessu dæmið ykkur sjálf, svíkið ykkur sjálf, tortímið hvert öðru, ef það gengur ekki öðruvísi. Þetta eru skipanirnar sem við tölum og við sjáum til þess að þetta komist í framkvæmd. Því að slíkt getur aldrei verið okkar verkefni og verður aldrei. Því að þessi dauða upp sem er að virka hérna niðri, við getum ekki, við getum ekki þvingað þig á hnén með neinum hætti, með neinum vopnum. Við þekkjum þetta. Nei, það þarf æðri mátt. Nei, aðferð Guðs er að leiða allar lifandi veru sem hann skapaði, hvort sem það eru mannlegar eða ósynlega persónur, í sjálfsdóm, svo að þær dæmi sig sjálfar, rétt eins og einn Ivo Sasek þurfti að dæma sjálfan sig árið 1977 undir virkuvaldi Guðs. Og frá 1977 það er enginn að hlaupa eftir mér. Ég var virkilega heimskur gaur með fullt af ílsku í líkamannum, en frá 1977 dæmi ég mig daglega vegna þess að kraftur Guðs bókstaflega knýr mig áfram til þess. Og þetta er verkefni allra sem að heimsbleikingamanna svíkja sjálfan sig. Eins og ótal uppljóstrar hafa þegar gert að eigin frumkvæði byggt á samverkandi yfirlýsingum okkar og vitnaðum fram fyrir myndavélum óháðra upplýsinga. Að gera það enginn sjálfviljugur, það eru þessi öflaða baki okkur. Og ef hörðustu andstæðingarnir neita að sætta sig við alla þessa fyrirskipuðu sjálfsdóm og sjálfsvík, þá verða þær einfaldlega tortíma hver öðrum. Þetta hljómar hart en þetta fólk er að eyðileggja allan heiminn. Og þetta er það sem Guð hefur fyrirskipað þeim og þetta er það sem mun gerast eins og ritað er meðal margra annara spádóma eins og til dæmis í Jesaja 49 Gamla testamentinu frá versi 24, lesið það saman með mér og takið við von og þetta er það sem er talað til okkar. Guð tala hér til okkar þeirra sem að réttlátu og Guð segir, þú segir hvort mun herfangi vera tekið af hinum sterka og hvort munu bandingjar ofbeldismannsins fá komist undan? Já, svo segir drottinn, bandingjarnir skulu verða teknir af hinum sterka og herfang ofbeldismannsins komast undan.
Ég skal verja sök þína gegn sökunautum þínum og börn þín mun ég frelsa. Ég mun láta kúara þína eta eigið hold. Þetta hefur það. Þeir mun eta eigið hold og þeir skulu vera drukknir af eigin blóði eins og að vínberja legi. Allt hold mun þá komast að því að ég drottin er frelsariðinn og hinn voldugi Jakobs Guð lausnariðinn. Þetta eru þeir orð sem eru beint að ykkur og þú sem ert að núti og elskar réttlætið. Og einmitt vegna þess að Guður aldrei vilja koma þessari nauðsynlegu aðlögun allan heim til leiðar án okkar, heldur alltaf í gegnum okkur, ætla ég að loka ég með samverkandi yfirlýsingu dagsins í dag, þess 27. Með táknum og undrum beygir hið guðlega afl, sér hvern óvinni flag, hvert gert skipulag. Með táknum og undrum beygir hið guðlega afl, hvern óvinni flag, hvert gert skipulag. Með táknum og undrum beygir hið guðlega afl, hvern óvinni flag, hvert gert skipulag. En áður ég kynni fyrsta gesturræðum á okkar, má ég kynna fjölskyldu mína. Dóttir okkar Ruth, hún er búin að skrifa nýtt lag. Og hún syngir þetta með tengdasonum okkar og dætrum. Þakki fyrir þetta, elsku Ruth. Ja, danke Papa für die geniale Rede. Bis hier jetzt alles aufgebaut ist hier vorne. Ruth er komin. Kurz was nachdoppeln zu diesem Ég ætla aðeins að hnykkja á einhverju með þessa offline hörðu diskana. Og það eru til svona diskar til fyrir allt sem við viljum gjarnan gefa ykkur og talið gjarnan við fólki sem að bauða ykkur. Og þessi frábæri fjársjóður Klad.tv, þið getið náð okkur í hann og þessi harði disku, það er bara að tengja við tölvu eða hartölvu og þá opnast þessi offline heimasíða og þá getið séð allar þessar útsendingar okkar á því tungumáli sem þið viljið og getið fundið það efni sem ykkur langar og all skjölin eru hljóð og uppsprettur allar heimildir og þetta er virkilega stórkostlegt vegna þess að þetta tekur bara grípur inn í upplýsingarnar á harðadiskinum og þið getið brendað út. Ef þið viljið gefa þetta áfram til einhvers, þá eru upplýsingar og leiðbeiningar það. Og svo eru teljari og svo fyllum við þetta upp þegar að er búið að gefa þennan harðadisk áfram og sá sem er tæknilega rosa flottur getum við líka hlaðið þetta beint inn á heimasíðuna og gefið þannig áfram. Það er líka mjög einfalt, bara á slóðinni hér. Þetta er svona smá upplýsingar sem þetta er að gefa. Svona harddiskur kostar 60-80 evrur og þetta er nú þegar komið í mörg lönd. Allir þeir sem eru á öllum þessu löndum er hægt að fá þetta og þetta er bara byrjunin. Við sjáum bara hreinlega hvað er mögulegt í svona svarmi og ég er með nokkra diska í dag með í farteskinu og þetta er líka raun og veru þemað og Ruth ætlar að segja eitthvað þetta sjálf. Ég er Ruth, ég er 7. barnið en nýja lagi þýðir skelltur í gang og þetta er svona verið tengist því sem að pappi og Lois vorum að tala systir mín
að kalla bara út til alls fólks að taka þátt, að leggja ykkar litla að mörgum og ekki bara að tengjast einhver staðar heldur, og það alltaf eins ofurhetja í bíómyndunum sem að stendur, gerir eitthvað fyrir allt fyrir alla og að leysir öll vandamál, en það ekki raun og veru það sem við þurfum á fyrir þetta ástand, heims ástand heldur við þurfum á hverjum einasta að halda, hvern einn og einasta, hvort sem það að morgun bæninni eða með hæfileikum þínum, að þú styðjir einhver staðar praktíst, en statt upp, vertu hugrakkur, óhrættur, á þess að halda að þú tapir einhverju. Og við sérstaklega segja þeim sem að hafa óttaslegnir að komast inn í opinbera, eða sem að hafa einhverju að hafa upplifað eitthvað að séð eða hafa einhvers konar sönnunargögn. Ég sannfærður að allt þetta fólk hefur ákveðna lykilsögu í þessari heimsögu, að það sé engin svona einhver nobody, heldur allir hafa ákveðna lykil og geta breytt heiminum. Og ég fullviss það. Og ég kallaði mitt, tala þess að himna heri, eins og pabbi talaði og það langar mig til þess að uppörfa alla. Ef við förum hugrak út, þá erum við með heilmikinn her sem að gefa okkur vind í seglin og berst með okkur ef við bara hennilega gefum þessum skipurum og reiknum með því, því að það getur engin manneska haldið haldið aftur á svona heimsa ástandi, en með þessum himna heri sláum við þetta eins og með eins og flugur á vegg. Við munum sláða eins og mýflug á vegg ef við gefum okkar litla mörkum og tökum himnaskarana með okkur. Eruð þið með til í tuskið? Was auf dieser Welt passiert, scheint wie ein Film zu sein. Während jeder den Mut verliert, steht einer für alle ein. Viele sehen das Unrecht, das zum Himmel schreit. Doch wer packt an und beendet dieses Leid? Ich will es nie wieder hören, da kann man doch eh nichts tun. Diese Lüge will dich zerstören, sie ist Gift in deinem Blut. Du kannst alles verändern, wie viel mehr wir zusammen. Wir zerschlagen das Böse wie Mücken an der Wand. Mach dich auf, du hast deine Bestimmung. Geh mutig raus, ohne Furcht was zu verlieren. Das Himmelsheer steht bereit, mit dir zu kämpfen. Gib nur Befehl, du kannst alles wenden. Wenn du feige wegläufst, kommst du niemals zur Ruhe. Niederziehende Stimmen rauben deinen letzten Mut. Himmelhoch überlegen, sind wir erst im Schwarm. Komm und gebe das Teilchen, das du geben kannst. Mach dich auf, du hast deine Bestimmung. Geh mutig raus, ohne Furcht was zu verlieren. Das Himmelsheer steht bereit, mit dir zu kämpfen. Gib nur Befehl, du kannst alles wenden.
Danke, danke, wunderbares Lied. Ich höre es jetzt auch zum ersten Mal, wisst ihr? Fantastisch, euch hier zu sehen. Danke, danke.